Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Það þykir tíðindum sæta þegar snjóflóð falla í Skagafirði en á nýársdag uppgötvuðu skógarbændur á bænum Silfrastöðum í mynni Norðurárdals að snjóflóð hafði rutt niður og brotið 1000 tré, flest þeirra 6 metra há og 25 ára gömul. Það nú hálf vandralegt og viðurkenna að ég veit ekkert alveg hvernig það gerðist. En það gerðist allavega mjög mikið snjóaveður hjá okkur í lok november, hvasst og mikið úrkoma. Og allt gjörsamlega ófært hérna og fjallið stútfullt af snjór, sérstaklega í skóginum sem dregur til sín, þú veist það skefur ekkert í burtu, svo það var allt gjörsamlega í kafi. Við vorum dag og mók okkur hérna út, en við vorum ekkert að pæla neitt meiri í það, við vorum dótt upptekin í jólatrévertíðin og vorum hérna mikið út fram í fjall og höggva jólatré til sölu. Og ég tók einmitt eftir því að það var farið snjóflóði fullt af giljum hérna framfrá sko, sem bara mjög úvennulegt hér, út að hér yfirleitt svo snjólétt. En svo var bara við tilviljun að við fórum í nýársganga hérna uppi skói hérna bak við hús og tók eftir að það vantaði svona hálfur hektara með skóg og allt í einu. Silfrastaðaskógur nær yfir 400 hektara svæði og ekki færri en 1.000.000 tré hafa verið gróðursett þar, mest lerki á síðustu 25 árum. Sko þetta sem sagt, eignin í okkur svona tæp 10 kilometra langur og mest bara fjall og eina brattra hlið hérðan frá Bólugil alveg inn á Kotagil. Og við erum búin að gróðursetta í það mest megni alls saman svona upp í tæp 400 metra hæð. Og það þá mest lerki? Það mest lerki, sem tegunir sem tolla besti svona rýru landi og bindur jarðvegi. Jóhann segist ekki vita mörg dæmi þess að snjóflóð falli í skóglendi hér á landi en minnist þó snjóflóðsins sem náði að taka með sér skó, Þórðarstaðaskóg í Fnjóskadal fyrir tæpum 4 árum. Kom þetta bara verulega óvart þannig, þú veist, þetta ekkert svo við byggumst við hérna sko að það myndi fara snjóflóð, innsveit Skagafjarðar. Það ekki þekkt snjóflóðasvæði allavega? Nei, alls ekki, en auðvitað hérna fyrir ofan okkur eru 600-700 metra brekkur, snarbrattir, svo við erum svona frekar og bíðum eftir aurskriður eða grjótskriður og grjótrun sem sögulega við farið að stað oft hérna í Norðurárdalnum. Bara forvinnilegt að sjá afleið í þessu og þetta var skógur sem var gróðursett sennilega í 95 tæp held ég á rúmlega, 6-8 metra hár og svæðið svona tæp kannski 300 metra langt upp og niður hlíðin og svona cirka 50 metra breytt, svona kannski að meðaltölu, en ég mælti þetta út í tæp halvur hektari. Og þetta eru þá svona rúm 1000 tré var þarna og núna bara eins og skíðabrekku. Það allt horfið og það bara, maður segir, einhverju greinar og einhverju tannstönglar sem liggur í snjónum. En þess að forvinnilegt að sjá þetta út að flóðið fór að staða á, þetta ekkert svona áberandi gil fyrir ofan og kannski ekki staðið sem ég myndi hafa svona mesta vonir að myndi fara flóð. En það hefur sennilega bara lítil spý að fara það að stað og rífið með sér meira snjóraleið niður og á svæði þar sem var engin tré og náðu einhverju ofsa hraði þarna niður. Og við kannski tala að snjónin fer niður í 200 km pluss hraði með opbóðslega afl og örugglega einhverju bara þrýsting að framan líka, bara vindur sko, sem bara blæst þetta hvolf og rífur það með sér niður sko. Og þess að kemur grjót og alls konar drasl með flóði niður sem hjálpa til að brjóta þetta. Óttist eitthvað að snjóflóð gæti farið á húsið? Það alveg ljóst að eftir var ekki fyrir skóginn sem flóðið fór í, svo myndi flóðið fara miklu lengur niður. En þannig að húsið okkar staðsett þannig að það ekkert undir hæsta fjallið, það það sem við kallum stallinn sem svona lerraklettir hérna bein fyrir ofan okkur og það fer ekkert úr þeim sko, það fer úr stóra fjallinu eftir að myndi fara flóð. En ég menn það ekkert stóra hættan hér heldur frekar grjót, hrun og skriður, jarðskriður frekar en snjóflóð. Veistu til þess að það hafi fallið grjót skriður hérna? Já, það vandar víst eina
allavega eina tröppu hérna á húsinu sko, það hefur farið skriðið hérna alveg heim og jarða eitt sett af tröppum hérna fyrir utan húsið og sérstaklega mann bara sér hvernig það svona grjótryggir hérna allstaðar í kringum okkur sem sérstaklega bara komið úr fjallinu. Skógrækt hófst á Silfrastöðum árið 1991 þegar Jóhannes Jóhannsson, faðir Hrefnu og tengdafaðir Jóhanns, sneri sér alfarið að skógrækt. Hann og Þóra kona hans hafa síðan þá gróðursett liðlega 1.000.000 tré. Landslagið hefur breyst í áranna rás og skógurinn skapað skjól fyrir annan gróður en ekki síst hefur fuglalíf aukist verulega. Íðanir fuglalíf hérna á álskólasfuglum sem hefur kannski ekki sest hérna mikið, rjúpustofnun hefur fjölgað mikið. Ránfuglastofnun hefur fjölgað mikið líka. Hvað helst? Að ránfuglum? Mikið af ugla og auðvitað mikið af mýs og smáfuglum sem eru góður matur fyrir uglunum og mikið á smyrli. Það eitt og annað sem leynist í skóginum á Silfrastöðum? Já, hér er ýmislegt sko. En þó hlutverk skógarins sé margþætt fyrir náttúruna, þá skógræktin stundu með timburframleiðslu í huga. Það því ekki hægt annað en að slá á hvert fjárhagslegt tjón er. Hvernig, mann getur að rekna þetta allavega, þetta er tímatapið eða versta, en við rektum alltaf að stofnkostnaði við skógrækt svona tæp 200.000 kall að hektara. Svo stofnkostnað á halva hektari svæði er 100.000 kall, en svo þess að búin að bíða í 25 ár, þú verður að rekna það fram líka. Og þegar það komið að loka högg á svoleiðisreit eins og þetta, sem þetta var alveg sæmilegur skógur, það ertu kannski með 200 rúmmetra á hektaran, og þetta er þá 100 rúmmetra sem glataðist þarna í reitin, sko, sem eru bara eftir hvað timburverðið múti vera, en þetta er svona kannski ykkur miljón kall sem þetta múti skila eftir einhverju 35 ár til viðbótar. En á skógræktin framtíðina fyrir sér? Framtíð sko er búin að það sé bara ægilega bjart, þetta bara vex meðan mann sefur, frekar svona ágætislétt í líf, þannig eftir þetta er komin í jörð, en nei, auðvitað stendur til og hirða þetta alls saman, það þarf að grísja, það þarf að fjarlægja ljótatréð, og sumstaðar hefur þessar gróðursetningar missheppnast. Man hefur kannski notað vitlaust-tegun, en þetta hefur lent í eitthvað áfall, frost eða skordýr eða einhverju sjúkdómar og maður þarf að endurplanta. Svo við höldum áfram að planta þótt fyrir landi er búið svona formlega séð. Svo erum við að planta kannski 15-20.000 á ári. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.